dýrtíðin sem að éta upp kaupmáttinn, það vextirnir sem að drepa alla og vextirnir sem að fella banka út allan heim. Þeir voru að hækka í dag, Ásgeir Brynjólfsson Torfason. Reiknaðirðu með heilu prósti á... Nei. Það varst ekki að spá kannski. Ég er svo bjartsýn, ég var alltaf að vona að það gert minna. Sko. Já. Þetta eiginlega það sem þeir sem báðu mest, báðum þetta. Já, það eiginlega myndi mig á bara leiðari Financial Times í mars 2008. Þá var hækkað sko 1,25%. Já. Upp í 15% stýrivextir. Við erum konið þangað. Þá var verðbólgan enda bara 4% sko. Nei, þetta átti kannski að vera tricks til að reyna að slá hana hratt niður, en ég bara ekki að sjá það gerast sko. Nei. Þú varst með ágætis viðtal við Þorvald Gylfason einum daginn með munin á kostnaðarverðbólgu og eftirspurnaverðbólgu. Ég var að reyna... Það var vitlaust tæki sem hefur verið það. Já. Sko... Þannig að slökkva eld með sverði. Og sko vandinn liggur að hluta til í þessu sem að þið rædduð og við höfum nú rætt áður líka, að þegar það til svona mikill penningur í samfélaginu að þá í svona mikill verðbólgu vill sá penningur gjarnan fara í fjárfestingar og steinsteypu eða eitthvað örugt sko. Þannig að við erum með svona tvo krafta sem tóa mútið hvort öðrum, og þó að sjálf verið rétt, að því nú var ég í Silfurinn helgina og það var mjög fín úttekt Vilhjálms hagfræðings hjá BHM álagningunni fasteignamarkaðnum, og alveg rétt greining þar að með við allar tölur og staðreyndir þá ætti fasteigna verða að fara niður, en ég er ekkert viss að gera það. Það var mæling í gær, það var ekki að fara mikið upp, en það var ekki að fara niður, fasteignaverð. Svo náttúrulega kom í dag leiguverðið og það er bara eins og raketa sko. Þannig að sko sem bara, þetta er bara eindóma slæma fréttir sko. Já. Sko það sem var síðan núna seinnipartinn stýrivaxtaákvörðun í Bandaríkjunum, hún var þó 25 púntar. Þar voru sumarattinnar farin að tala og vonast bara 0 jável sko. En hann hafði gefið til kynna í þingnefndinni, hann rétt áður en Silicon Valley bankin fór, að það yrði kannski 0,5%. Það fór bílbeggja. En sko þar verðbólgan komin í 6%. Hún var 8% í fyrra. Þeir munu líklega toppa í 5,25, þeir eru konur upp í 5 núna þar. En ekki fara að lækka fyrir kannski næsta ári. En sko þar uppsveifla líka, það er ekki eins mikið hagvöxtur að gera, en þar þessi sami vandi í viðbútt við að fjármálakerfið síðan að verða fyrir áhrifum á þessu. Þannig að sko Evrópski Seðlabankinn hækkaði 0,5% líka í síðustu viku, en er bara komin upp í 3%. Sko. Englandsbanki mun hækka á morgun, þar komu verðbólgutölur í dag. Það voru mjög háar. Já, það er með byggast við. Þannig að sko, þetta er svolítið eins og að mann sé að missa tökin á verðbólgunni. Hún er komin til að vera. Það var sko minnst á það í ræðunni blaðamannafundurinn hjá Lagarde þegar þau hækkuðu. Þá myndist hún í fyrsta sinn opinskátt á að vandinn væri að hagnaðurinn hjá fyrirtækjunum væri að fara upp. Þannig að það væri byrjað þetta, þau kallaði þetta ekki höfrungahlaup eða heldur titt for tatt, eða þar sé að fyrirtækin séu farin að gardera sig, verja sig fyrir launahækkunum og auka hagnaðinn sinn. Á forsíðunni í Financial Times í dag er mjög merkilegt graf sem sýnir hvernig hagnaðarhlutdeild fyrirtækjana sem hlutaverðisaukanum hefur ekki verið svona há eins og núna síðan rétt eftir seinni heimsstyrjöld. Og hún er svona kannski 8 sinnum meira en hún var lægst aldamótin, en helmingi meira en hún var bara fyrir stuttu sko. Þessi hlutdeild hagnaðarins í, þannig að það er hlutið að bara stéttastriðinu, það eru þeir ríkustu eru bara að taka meira til sín. Já. Þetta er brönd það. Já. Þetta er ekki eitthvað svona efnaðslegir kraftar sem að valda þessu, þetta er bara þeir eru bara að taka til sín sem að geta það. Og ég meina, sko myndu það
stýrivextir, sem heitir meginvextir Seðlabankans. Þetta eru vextir á 7 daga bundin innlán. Það eru, ef lest yfirlýsinguna, það eru nokkrar vaxtatölur þannig, fyrir bundi í mánuð eða bundi yfir bara 1 dag, 1 nótt. Það er að segja þannig að bankarnir eru að fá núna 7,5% borgað á peningana sem eru skildauðir til að hafa inn í Seðlabankanum og auka peninga sem þið geyma. Sem er hvað? Ávöxtur sem getur hvergi fengið annars þar? Ég meina, ég held að hjá Indó getur þú fengið kannski 4%, þeir hækkuðu sitt 1% úr 3 í 4. Þannig að þú veist, sumir myndu kalla þetta óþarflegan opinberan stuðning til fjármálakerfisins. Áttu við það að þetta séu svo háir vextir að bankarnir séu síður að fara að lána til húsnæðisuppbyggingar eða eitthvað slíkra hluta? Er það orðið svo? Sko, ég veit ekki, hann var með á fundinum svona einhver tilmæli til bankana þeir varu með meiri ágjör núna á útlánunum til fyrirtækjana en ég meina þá meinar að útlánin var í hættu að aukin fjármagnskostnaður getu sett fyrirtækin í vanda þannig að útlánin var í hættu, það var að tala um það ekki? Já, ég skildi það nú meira sem að til að kæla sko að bankarnir ættu ekki að vera lána minna? Já, þeir ættu að reyna að lána minna af því að nú er búið að kæla húsnæðismarkaðin þannig að hann er að hækka en sko fyrirtæki ferðaþjónustan er uppsveiflu fyrirtækin í svona hagvexti er ekkert að fara hlýta einhverjum tilmælum að bíða með að fjárfesta út af því að vextin er orðin svona háir. Ég meina sum þeir eru með það mikið fjármagn og önnur sjá útreikningin það góðan af fjárfestingur jafnvel þó vextin séu svona háir af því að vandinn er kannski að það er þegar allir fara bara að reikna með þeim áfram. Verðbólgunni? Já. Og vöxtunum? Já. Og það er að gerast? Já. Það er engin sem að trúir því að verðbólgan allt í einu bara búm. Það er ekki þannig. Nei, það er sko búið að ná henni niður í Bandaríkjunum. Við vorum að leika okkur að skoða matseðil á veitingastað sem á að fara að opna þar sem að var að selja sko hrærið egg á 2200. Já. Þú veist, það er stundum með verðið er orðið sko svo stjarnfræðilegt. Sko. Já. Það er sko það var eitt annað merkilegt ef maður horfði á fundinn. Og þetta kemur svona í lokin, svolítið eins og því Þorvaldur voru að tala um að það væri byrjað að tala um ójöfnuðin. Það var í lokin á þinglandafundinum og það var að Seðlabankastjóri fjármálastöðleika sem er lögfræðingur sem að svaraði spurningu formanns efnahags- og viðskiptanefndar um hvort þeir gætu gert eitthvað meira en vextina og hann sagði þið verðið að gera eitthvað stjórnmálin verðið að gera eitthvað fyrir fórnarlömbin af þessum harkalegu aðgerðum okkar sem eru bara að rinja inn til umboðsmann skuldara og það sem var merkilegt síðan í fundinum í dag það sem var að Seðlabankastjóri peningamáluna að hún sagði tók það fram að það væri sín persónulega skoðun en ekki að það sem svar við spurningu hvað var þetta að gera einmitt annað og það væri að stjórnmálinu hjálpu til með því, og það var nýrtónn ekki bara með að draga útgjöldum, heldur með því að draga peninga út úr hagkerfinu, þar sem hún sagði nánast að það er að hækka skatta. Þetta voru við nú hér að tala um og maður var eiginlega sko frekar mikið skammaðar af hagfræðingastéttinni fyrir að þetta þýtti nú ekkert og virkaði ekkert sko, þannig að ég vona að það fara að heyrast meira af svona röddum þaðan og þá aðgerðir sem fylgja því það verður að ráðast á hana vanda úr mörgum áttum. Sko ef að stjórnvöld og ríki gerir ekkert og verðbólgan heldur áfram og Seðlabankinn heldur bara áfram að hækka vexti þá stefnum við í sko stórkostlegan skaða í samfélaginu sem að þú veist að verður eins og sko sargi allt hérna í vor yfir allt sumarið og í haust verður hér bara
Það verða svo margir í sko stórkostlu vanda. Já. Það er ekkert sem að ver kjaraskerðinguna núna. Það er engar launahækkanir framöndan. Nei. Og sko það er bara alþjóðlega mikið rætt það hvernig ná mjúkri lendingu og hvort það þurfa að keyra hagkerfið harkalega inn í stopp en hérna einhvern veginn er umræðan rosalega mikið einhvern veginn á þá veg að þetta sé nú bara eina sem ég hægt að gera og eins og að meiri hluti hagfræðingarna trúið í hreinlega að hækkun stýrivaxtana drægi verðbólguna niður og sem sagt muni ekki þennan gamal gróna sannleik sem að Þorvaldur var að útskýra hérna ágætlega hjá þér með muni ná eftirspurnaverðbólgu og kostnaðarverðbólgu og ég meina og sko það að vinna á eftirspurnaverðbólgun og reyna að keyra niður hagvöxtin inn í einhvern samdrátt bara með því að hækka vexti er verið að valda ansi miklum skaða og eiginlega, verða meðhöndla sjúklingin mjög illilega til þess að reyna að takast á við eitthvað veikleika sem er allt annars þar og er ekki að lagast við þær aðgerðir sem eru gerðar. Þannig að þetta er ekki, ég get ekki verið bjartsýnn á þetta, ég get eins og að verið glaður að sko af bankakrísun út í heimi þá menn vilja kannski ekki tala og engin slæm frétt í dag eða hvað? Nei, fyrsta skipti í langa tíma. Það er sko nei og líka hvernig umræðan er að breytast, ég bara sko hérna Bloomberg skrifar, þú veist, nýr kapli í sögu kapitalismans er núna að skrifast eftir bankakrísuna. Martin Wolf, gamli hagfræði, aðalhagfræðingur Financial Times sem búin að vera með 2 mjög merkilegar greinar í framhaldi af Kísildalsbankanum og Credit Suisse bankanum bara að skrifa það bara hreint út. Ég meina, bankar eru að þykjast vera einkafyrirtækin eru raun og veru bara ríkisfyrirtæki. Því að ríki kemur alltaf að bjarga þeim. Já, og ef þú ert nógu stór og ef þú öskrar nógu hátt þegar þú lendir í vandræðum. Þannig og þessu verður að breyta og það þarf róttæka umbreytingu á fjármálakerfinu, segir Martin Wolf í En svona venjulega maður eins og ég myndi segja, já, er það ekki þá bara rétt að skilgreina bankana sem veitustofnanir og hafa þetta bara hálf óbyrgt eða óbyrgt? Menn er ekki svo róttækir hana úti? Nei, hann kemur með 4 tillögur og gerir sig grein fyrir að það verður kannski að velja svona tillögur 2 eða kannski 3 en ekki 4, við séum svolítið langt frá því en sko það sem er eiginlega Það er ekki hægt að reka sko fjármálakerfi sem að veldur stórkostlun skaða reglulega og almenningu þarf alltaf að bjarga og svo þess á milli að þá er eitthvað menn að stjórna þessu sem að greiða sér sko laun eins og þeir hafi fundið upp alheiminn sko. Nei, og svissneska ríkisstjórnin stoppaði nú bónusgreiðsluna til Credit Suisse þó að þeir væru búin að lofa þeim eftir helgina og í Elizabeth Warren var í bandaríska þinginu að sko með republikana, þau náðu í gegn lagabreytingu núna í vikunum það væri ekki nóg að einhver innri endurskoðandi bandaríska seðlabankans myndi fara yfir hvort þeir hafi gert mistök varðandi eftirliti með Kísildalsbankanum heldur það er þeir fengin utan að komandi aðeins til að rannsaka það. Þannig að það eru sko að verða breytingar eins og verða alltaf. Þetta er nú bara eins og svona vilji til þess að koma staði hver meinsemdin er til þess að geta fundið upp leiðir til þess að gera það fyrir það. Já, það er kannski fyrsta skrefið. En það voru alveg svona umræður til dæmis hvernig þetta verið hægt að ná bónusgreiðslunum með að halda þeim eftir. Það var eftir 2008, 2010 og 2015. Svo það er alltaf tafðar eða ekki innleitar eða þeim leta af. Þannig að sko þetta er svolítið svona þessi fjármálafræði sko, og sérstaklega varðandi bankana fjármálakerfið, eins og þetta sé alltaf svona einhver hringur, maður sé upplega sömu myndir með önnur vísindi og fræði, þau svona þróast og læra af mistökunum, gera eitthvað öðruvísi næst og batna en þetta er svolítið svona upplifun eins og svo er líka skaði af þessu bönkum sem hafa verið ótrúlega miklar valdastofnanir og náð að umbreyta bara atvinnulífi sko þjóðana
endalaus samrunni einhverja fyrirtækja og búið til eitthvað sko klastur út úr þessu sem að sko gagnast ekki neytendum, gagnast ekki starfsfólkinu, gagnast ekki samfélaginu, en bara til þess að sé hægt að klessa þessu saman til þess að eitthvað fólk fái borgaða sko einhverja bónusa og sé hægt að búa teknikunum upp þannig að mögulega sé hægt að soga meira fé upp úr þessum fyrirtækjum og þau eru skilin eftir veikari sko, þannig að það verður líka bara að stoppa bankana í því að vera í bílstjórasætinu uppbyggingu atvinnulífs í samfélaginu. Já, ég meina... Hvað heldur að almenningu græða á því að lyfja fara inn í festi? Ekki neitt. Nei, ég meina þetta, ég man ekki hvort ég var búin að minnast á það við þig hérna áður, ég meina þegar það eru seldar út eignir eins og símamöstrin og það er einskiptis fjárhagslegur hagnaður en ekki valitur úr landi, borgun úr landi og þetta í eðlu umhverfi lækkar verði fyrirtækjun en ekki hækkar þau en ef þú kennir öllum bara eina kenningu um hvernig vaxandi arður leiði til meira verðmætis fyrirtækis og ef allir trúa því og þeirri einu kenningu að þá verðist þetta virka hér sem til hækkunar á bæði bónusgreiðslum og verðmæti fyrirtækis. Ég sá nú símamenn í einhverju að viðskiptablöðunum vera að segja að nú er í sími miklu sprækari sko, það verður búið að draga úr honum sko, alla möguleika til þess að hafa einhverja siglu, til þess að standa af sér einhverja hörmungar sko. Já, þetta er... Það er samt selt eins og þetta sé jákvætt sko. Já. Nú er að fann að heyra stóran eins og viðnámsdróttur sko, ég meina það var þá er nú betra að eiga innviðina. Já, og ég meina, þeir voru að hækka eiginfjáraukan á bankana núna, það kemur ekki til fyrir enn í haustin, en það voru kannski mistök að létta á þeim í sínum tíma í COVID-inu, sko. Þannig að það er svo, já, þetta er bæði vandinn ef það er ekki tilbúið að læra af reynslunni eða mistökum og taka gagnrýna umræðum, og síðan að meginhlutanum til þetta ef að maður trúir á eina kenningu sem megin kenningun til að stýra öllu eftir að þá er svolítið hægt við í svona flóknum heimi og flóknum aðstæðum eins og við erum núna að það leiði til svolítið bjagaðra niðurstöðu því að sko það er opinskátt fjallað það í alþjóðlegu fjölmiðlunum hversu erfið til dæmis vaxta ákvörðun bandaríska seðlabankans í dag hafi verið að því að tóguðust á hlutverki fjármálastöðuleikann og að hækka nú ekki mikið vegna óstöðuleikans þar en á móti verðbólgu verðstöðuleikaverkinu og það er eiginlega engin góður valkostur þannig og ég meina hlutabréfamarkaðurinn féll einhver 2% held ég eftir þetta En þú veist, þetta er þó svona einhvers konar verið að reyna að leita í jafnvægi, verið að reyna að opinskátt gagnrýna líka núna hagnaðar hlutdeildina á fyrirtækjunum og svona, já, og það virðist ganga betur þar að ná verðbólgunni niður heldur en í Evrópu. Eitt sem að þú nefndir hann Þorvald, hann talaði að hættu við að hækka vexti væri að við getum lent í einhverju svona vaxtamunnabraski aftur, myndu draga hingað inn. Ég sá það í morgun að þá var verið að tala að sko krónan hefði styrst, líka fólk verið að fylgjast með svo gekk það nú tilbaka allt saman. Heldur að sé eitthvað svona hætta sem að verum í? Sko það voru nú sett svona flæði, já, og það var nú gagnrýnt á tímabili að þetta væri ekki að fylla upp og aflétta höftum en þetta er tól sem er tilbúið ef það fer að koma svona hot money sem það er kallað þá er mjög auðvelt fyrir Seðlabankann bara að læsa það inn í 6 mánuði eða láta helmingin þurfa að vera bundin inn á reikningi í Seðlabankanum með þá lágu vexti sem eru þó 7,5% núna en þeir geta jáfnvel setta á einhverja aðra lægri vaxtareikninga þannig að það er svona En það er hættur að vera með hæstu vexti í heimi. Já, það er alveg rétt hjá Þorvaldi og það er reynslan að því er ekki góð, sko, þannig að ég hef nú ekki það mikla trú á að svona alþjóðlega fjármála kerfi sé að horfa svo mikið til Íslands. En við þurfum ekki mikið, sko, til þess að... Nei. Og svo er það líka fristni svolítið í hjá
mörgum á Íslandi ef það kæmi svolítið innstreymi þá myndi krónan kannski styrkjast og það myndi lækka verðbólguna. Þetta er svona eitra peð. Já, ég verður ekki að treysta því að þeir séu að horfa á þetta og fylgjast með þessu í Seðlabankanum og passa upp á þennan stöðuleika. Út í heimi þá er einu líka frétt að hérna, það voru skuldabréf AT1 sem voru bara strókuð út. Ég var eitthvað minni mig að ég hafi reiknað að það væri svona eins og 2500 miljardar íslenskar króna sem hurfu. Og það er mikill skjálfti og nú eru ýmsir að hóta því að fara í mál við bara svissneska ríkið fyrir að hafa gert þetta. Já, og þetta eru náttúrulega lífeyrissjóðir og fleiri bara. En þetta var ein af svona uppfinningunum sem var gerð eftir síðasta hrunið 2008 til þess að auka eigið meira. Það heitir additional tier 1 capital, þannig að þetta er ekki eigið þetta er gerfi eða eigin fjár líki vil ég kalla það og þá er þetta sett upp sem heitir KUKU, svona convertible, breytanleg skuldabrif og er þá skuldabrifalán í viðbót en sem er bundið með eigin fjönu, þannig að það á að taka á sig fyrsta tapið eftir að eigin fjör horfið. Já, en það gerðist núna að því að þeir voru að forða bankanum frá því að fara í þrot og það er nú alvorðið viðurkennt núna í Financial Times og alþjóðlegum miðlunum að þetta var bara svona látið líta út sem markaðslausn og samruni. Það var bara... Hann hefði ekki lifað af til hátíðis daginn eftir. Nei, og það hefði annarkvort þetta setja niður þrot á sundaginn eða þjóðvæðan, taka niður ríkinu. Og það hefði komið í ljós að jafnvel þegar að Seðlabankinn veitti lausafjárðaðstofn á 50 daginum og sagði bankinn stendur vel og hann fær hér nóg að lausafjár, að þá á sama degi, sama kvöld, hringdu þau í stjórnarformann UBS og sagðu þið munuð verða saminast núna helgina. Þannig að það var bara verið að kaupa tíma að þau geti ekki gert þetta yfir heila nótt og þú lokar þegar markar í Bandaríkjunum og lokar föstu og þetta bara kom með samning áður en Asíumarkaðurinn opnar á sunnudagskvöldi og verði breyttist úr 1 milljarði franka eða dollara í endaði 3,25. Borgað með hlutafé í UBS. Já, og sko þarna urðu síðan þá þessir AT1 eða þessir skuldabréfaeigendur fúlir af því að þeir töldu náttúrulega eðlilega eins og svona hefðbundni struktúrin er við þrot að þá eigi hluthafarnir að tapa öllu fyrst og síðan þeir. En þarna var hluthafunum gefið smávegis upp í bara 1/4 af því sem það var á föstudeginum og bara 1% af því sem það var 2007. En þessi fengu ekkert sem áttu þetta? Nei. Það er til hellingur og svona bréfum í heiminum, alveg hellingur. Á alla banka út og suður. Þannig að heldur að þetta geti haft eitthvað svona, nú vill ekki eiga þessi bréf? Nei, það var ekki, það kom allavega frá Evrópska Seðlabankanum í vikuna, þetta væri nú ekki svo stórt eða mikið hérna, þannig að sko, og ég meina gleymum ekki hinnu, þessi skuldabréf bera mjög háa vexti þannig að það er bara eðlilegt að tapið hættan og tapið fylgi hinnum háa vexti. Það á að fylgja mikil áhætta því. Já. Og þannig fengu þeir að kenna því. Og þeir fara í dómsmáli eflaust og það þarf bara að útkljá það fyrir dómstólum og hérna. Það er nú erfitt kannski að sjá að svissnesku dómstólunum muni dæma gegn svissneska ríkinu. En þú hefur á tilfinningunni að það sé svona hlé á bankakrísunni, að við sem ekki að sjá eitthvað bankafalla í þessari viku? Nei, sko hlé, það er bankakrísa í heiminum. Pakk Vest er eitthvað fyrirbrigði sem er að berjast fyrir lífins í Bandaríkjunum? Já, sko... Þetta er lítil. Ég meina, sko, í fjármála hruninu 2008 að þá var sko held ég 90 bönkum lokað og settir ekki hann þrótt í Bandaríkjunum bara innstæðu trygginga fyrirtækið sér bara þetta, tekur yfir, lokar, gerir upp og í Danmörku þessar fréttir komu nú ekki mikið hingað til eftir 2008 og alveg fram á allt 2009 og fram á 2010 var sko orðin sérstök deild í fjármálaráðuneytinu sem tók yfir banka á föstudegi
sameinaði þá, splittaði þeim upp í góða hlutan og slæma hlutan og sameinaði góða hlutan inn í stærri banka. Þetta, ég veit ekki hvort það voru 10-15, svona litli sparisjóðir á Fjóni og urðu að fara inn í Fjónarbankan, þann stóra. Og þetta voru sko, já, eins og ég segi, þetta var bara svona hreinsun sem fór í gegn en fór ekkert hátt að því að þetta var bara leyst á þennan svona hefðbundna hátt við að leysa úr vandræðum banka. Þú reynir að sjá til þess að þeir sem eiga innstæður finn ekki fyrir neinu á mánudagsmorgni og slæmu eigninar eða skíturinn, þú reynir að taka það yfir á sér efnahagsreikning, sér kennitölu sem einhver getur undið ofan af, haldið úti eða selt bara upp í kröfunar og það fullt af sjóðum sem eru til í að kaupa alls konar svona eignir og vindu ofan af. Þannig að ég veit ekkert hvort að það verði... Þú ætlar ekki að gefa út heilbrigðisvottorð og bankakerfið? Nei, ég meina að þú sér þegar að Bloomberg og Financial Times eru að tala nýr kafli í sögu kapitalisma, það verði að endurskoða róttækt bankakerfið, að þá þessi bankakrís ekkert búin. Nei. En ég ætla ekki að vera... Svo verður náttúrulega endur sko þetta vegna þess að þetta eru skaðræðis stofnanir sko. Já, það ger spiltar. Sko... Við halda sko bara glæpastarfsemi. Vinna gegn hagsmunum almennings. Eru með hálfgett samsari gegn stjórnvöldum til þess að fela skattfé. Og ég held ég að við sagt þetta sjálfurinn, sko, bankarekstur einhver einfaldasti rekstur sem þú getur stundað, sko. Því að þú ert ekki að búa neitt til. Ég meina að búa til bíl eða síma eða ég vel bara sko, að rækta gott grænmeti, þá þarftu að hafa aðstöðu, gott hráefni, vökvað að sjá það, setja fullt til þess að búa til eitthvað gott eða eitthvað dýrt eða flókið eða fallegt og selja það og þú getur ekki selt það á eitthvað margfalt það sem það kostaði, meðan að banki getur sko tekið innlán og borgaði 1% á innlánsreikningin og lánaði út og tekið 8%. Já, labba bara inn í Seðlabanka og ekki 7,5. 7,5, já. Það sem náttúrulega... Þannig að sko... Þeir framleiða sko, svo í Amerika Psycho, rosalega flott nafnsfjöld. Já, og sko tala hversu svona flókin þessi heimur sé, en í raun og veru þetta óskup einfaldur, raun og veru snýst þetta traust og hættan svo þegar svona auðvelt að græða mikið og menn, já, annarkvort ganga út frá því að þessi verði bjargað þeir eru nógu stórir, eða bara eflast svo við það að sjá hvað þeir hafa grætt mikið, að þeir það trú ekki að neitt býta á þá og svo breytist eitthvað í heiminum og verður erfiðar og þá reynir á sko, að það í raun og veru. Og það ekki að skána, það eru margir bankar sem eftir að lenda í því að það ekkert breyst sko frá því síðustu viku. Nei. Það eiginlega verra umhverfi fyrir áhættusækna banka núna eða var á það. Já, og verðbólgu tölurnar sem að koma sína það að það verður hátt vaxtastig lengur með bjökust við og ég meina eignaverðsbólan sem búin að myndast út af þessum lágu vöxtum svo lengi, að hún náttúrulega búin að búa til svo mikið af þessum auð sem þarna inn í kerfinu og einhver hluti af honum þarf náttúrulega að brenna upp í tapi eins og þessar og við munum sjá hlutabréf að vera lækka. Já, þetta spáður það eins og með fasteignaverðið, já, það margt sem bendir til þess að það ætti að fara að gera það aldrei hægt að spá því á hinn bógin toga síðan hinn kraftarnir sem segja þannig að það alveg sko margt rétt í því að fasteignaverðið þurfa að lækka en síðan skortur líka og margir með mikið kapital sem vilja þá festa það í fasteign frekar en að fá 2-3-4% vext á það þegar það 8-9-10% verðbólga. Þannig að það sko, já, þetta bara svona togar á móti hvort öðru og sannleikurinn einhvers staðar mitt á milli, við sjáum hann ekki fyrir.
Við byrjum að tala vextina, þú ekki trúa því að herri vextir muni berja niður verðbólgu í Íslandi, að því hún ekki þess eðlis? Nei, ég sammála Þorvaldi sem var hjá þér hérna og ég held að jafnvel of miklar svona hækkanir geta kynnt undir bæði að viðhalda verðbólgunni lengur með því að nú kemur náttúrulega aukin fjármagnskostnaður út í hvort sem það húsin sem verið að byggja eða bara reksturinn á fyrirtækjunum og síðan líka hitt að væntingarnar magnast upp verðbólgunni við þetta þannig að og þannig þetta eitt peningamarkskenningin og það svo margir að tala núna að þessi verðbólga sé út af ríkisútgjöldunum og hallanum og ríkissjóði sem ég ekki á því að sé megin orsökin en það að nota ekki skatta til að draga pening út úr hagkerfinu er náttúrulega bara búið að fresta og auka á vandan en það að þetta sé orðið svona dreift og út allt á breiðum grunni svo kallað sýnir hún farin að talast upp á mörgum stöðum og þetta er það sem svo erfitt að snúa við og ég held að það þurfi svolítið róttækar aðgerðir og þá meina ég ekki róttækar í að hækka næstum 1,25% og þar næstum 1,5% og stefna hér síðan upp í einhverja tveggjastafa stýrivaxta tölu því ég held að það muni ekki ná að það er líklegt að fáir það og það er líka líklegt að fáir svar við að ríkið verði að gera eitthvað út af verðbólgunni að þú fáir það sem þú varst að segja að væri ákvörðat ekki megin orsök verðbólgunnar að það verður niðurskurður til þess að minnka hallarekstur ríkissjóði. Það er langlíklegast að þú fáir það. Já. Þú heyrir bara hvernig ráðherrarnir tala, þið talið þess átt. Þau eru bara velja orðið að niðurskurður heitir aðhald. Já, en þegar það er komin nógu ræðilegt að tala svona þegar komin vaxandi fjöldi heimila sem að nær ekki endum saman við erum búin að hafa tölur sem sína þetta en svo tegir á og þú bætir í yfirdráttin svo heldur þetta áfram að þá á endanum brotnar eitthvað. Spurningin er bara hvað brotnar þegar menn halda svona harkalega áfram og já, eins og ég segi ég held að þurfa eitthvað að gera til þess að stjórnvöld breyti stefnu. Varðandi talandi það erfiðleikana sem að koma út af verðbólgunni og út af vöxtunum á þessi heimili sem þú út að nefna að þá held ég rifjað upp við þig áður þar sem að Bjarni Benediktsson sagði á þingi og hann líka sagt þetta í viðtölum að það væri fráleitt fyrir ríkið að koma og draga úr áhrifunum af vaxtahækkuninni sem að Seðlabankinn er að setja til þess að hemja verðbólguna. Já, en þetta er mjög skringilegur skilningur á því að sjá ekki munin á ríkisútgjöldum sem eru þenslukvetjandi eða ríkisútgjöldum sem eru í að styðja fólk við að vera með bara nefið rétt upp úr vatninu þar að segja fólk sem er annars að drukna eða sökkva að því að það veldur ekki þenslu, ég held ég að við sagt þetta hérna áður, þó að það fólk fái stuðning til þess að kaupa sama magna mat og sama húsnæðisrými sem það er í með auknum bótum til þess að vega upp á móti auknum kostnaði því ég meina að það er nú ekki svo langt síðan við vorum að gera svona í COVID-inu til að halda efnahagslífinu á lífi og svo útgjaldaaukning olli ekki verðbólgu og verðbólgan núna er ekki tilkomin út því af hverju ætti hún að hafa beðið í 2 ár verðbólgan með að koma eftir þau útgjöld. Þau útgjöld fóru í svarthólið sem veiran bjóð til stöðvunina og bara til að halda lífi í þannig að það verður að losna út úr einni kenningu og einfaldri sín á veruleikan
og geta horft á þennan flókna vanda sem við erum í með því að beita mismunandi kenningum og kreatífum lausnum því að hefðbundnu tólin eru ekki auðveldlega að fara að virka við þetta nema með nætli ekki. Geta bara gert ástæði vera. Ég er hræddur það allavega. Við verðum að vona það er talað einhverja þjóðarsátt, ég veit ekki hvað minn meina með þjóðarsátt sko, en ég held að það sé ekki alveg sama og þegar Gvendur Jaki var hér alveg eins og það er almennt talað í fjölmiðlunum úti að þetta sé ekki volkar ástand hérna 1980 það þurfa að horfa á þetta með öðrum hætti þannig að hvernig það verður gert er ekki auðvelt að sjá núna en allavega verður það ekki það er ekki trúverðugt að segja bara við munum halda áfram að hækka þar til að verðbólgan fer niður því það er ekki svo auðveldur ungotn að sína fram á hvernig það hefur gengið og aftur alþjóðlegi samanburðurinn líka við erum með miklu hærri stýrivexti en bara Norðurlöndin og verðbólgan er samt meiri hér og við höfum hækkað hér. Já, og við höfum hækkað meiri. Þetta er í Bretlandi líka en hún er á leiðinni niður í Evrópu og hún er á leiðinni niður í Bandaríkjunum að sé virðist. Já, það er komið skýrara merkjum með Bandaríkjunum, það verður spennandi að sjá Evróputöluna. Það kom í gær samræmda evrópska vísitalan. Það fyrir febrúar. Og ég meina þetta verður bara óþægilegt áfram ég hræddur en vonandi verður að fara að taka inn svona meira af þessum örlitlu núansbreytingu sem ég er búin að benda á hér frá allavega þessum 2 varaseðlabankastjórum ef það nær inn í vinnuna og nefndastarfið að þá er kannski hérna von á að eitthvað breytist en hættan er að verði oflítið og ofsynt. Já, við erum að vonast þess að einhverjir ákveðnir aðeinar skiptum skoðun. Já, víkjút sjónarhóðna og trú ekki á eina kenningu sem þeir lærðu einu sinni og noti hana sem skýringu á vandan sem hefur verið haldreipið þeirra áratugum saman þannig að við skulum vona að það verði kraftaverk í austum og sumum. Auglýsa viðtalið hérna við Þorvald og vona að fleiri horfa á það á YouTube. Það er nú farið víða. Kærar þakkir Ásgeir Brynjar. Takk fyrir.